Úkraína og Rússland samþykktu í dag vopnahlé við Svartahaf. Bandaríkjastjórn ætlar að aðstoða Rússa við að hefja að nýju útflutning á landbúnaðarvörum. Ríkisstjórnin boðar tvöföldun veiðigjalda. Atvinnuvegaráðherra segir að fyrirtæki í sjávarútvegi hafi greitt of lítið fyrir afnot af auðlindinni. Það er líf eftir krabbamein og nú á að rannsaka hvernig það er. Eftirköstin geta verið margvísleg. Kona sem fékk brjóstakrabbamein segir litla aðstoð eftir bata. Maður er á lífi og hvað svo? Þaulsetnasti forseti Evrópu hóf 7. kjörtímabilið sitt á valdastóli í dag. Hann segir marga dreyma það stjórnskipulag sem er í Belarús. Ráðast þarf í miklar viðgerðir á göngugötunni á Akureyri og bílaumferð verður bönnuð þar í allt sumar. Forseti bæjarstjórnar segir þetta tækifæri til að ræða hlutverk götunnar. Komið þið sæl. Bandaríkjastjórn segist hafa náð samkomulagi við Rússland og Úkraínu vopnahlé og örugga flutninga á Svartahafi. Bandaríkin ætla jafnframt að aðstoða Rússa við að komast aftur inn á útflutningsmarkað landbúnaðarafurða og áburðar. Rússnesk og úkraínsk stjórnvöld hafa staðfest samkomulagið. Rússar segja það þó aðeins taka gildi ef öllum viðskiptarefsingum gagnvart landbúnaðarbanka Rússlands og öðrum fjármálastofnunum tengdum landbúnaði verður aflétt. Forseti Úkraínu segir samkomulagið skref í rétta átt. Другий пункт – це не бити ударами по енергетичній системі, по всій енергетиці, скажімо так, по мережі, по всій енергетиці країн, так, України та Росії. Так, і тут окремо американській стороні ми ще передали об'єкти, те, що я і говорив, що ми будемо окремо передавати лише з об'єктами, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури. Tekjur ríkissjóðs vegna veiðigjalda gætu tvöfaldast á næstu árum samkvæmt frumvarpi sem atvinnuvegaráðherra og fjármálaráðherra kynntu í dag. Veiðigjald verður framvegis reiknað út frá meðalverði á fiskmörkuðum hér á landi og í Noregi. Sérstakt tillit verður tekið til smærri fyrirtækja og gert er ráð fyrir að auðlindagjöldin renni að hluta til nærsamfélagsins og í brýn verkefni eins og vegagerð allt land. Atvinnuvegaráðherra hyggst leggja frumvarpið fram á Alþingi í næsta mánuði. Veiðigjöld skiluðu rúmum 10 milljörðum í ríkiskassan á síðasta ári. Breytingarnar gera ráð fyrir að veiðigjöld fyrir þorsk og ýsu verði framvegis miðað við verð á fiskmörkuðum innanlands sem skilar 6 milljörðum aukalega í ríkissjóð. Fyrir uppsjávartegundir, síld, kolmunna og makríl verður miðað við markaðsverð í Noregi og við það hækka veiðigjöld 4 milljarða. Með þessum breytingum fara því veiðigjöld úr 10 milljörðum króna í 20. Fjármálaráðherra telur að stóru útgerðarfyrirtækin ráði vel við þessa hækkun. Nú er fjárhagur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja mjög sterkur og hefur styrkst mjög á undanförnum árum. Þau hafa líka verið umfangsmikil í uppkaupum á fyrirtækjum í óskyldum atvinnugreinum. Það er ekki í fljótu bragði hægt að sjá að það sé alvarlegur skortur þar á svigrúmi til fjárfestinga. Það er hins vegar alltaf þannig að allri skattlagningu fylgja einhver áhrif. Við teljum hins vegar í þessu tilfelli séu þau óveruleg. Hvers vegna er verið að miða við markaðsverði í Noregi? Það er eiginlega einfalt vegna þess hvernig verðmyndunin hefur verið hér, þessi innri verðmyndun hér á landi með þessa lóðréttu samhæfingu, veiða og vinnslu í eigu sömu aðila, þá hefur bara ekki myndast raunverulegt markaðsverð. Það gerði það reyndar í bolfiski og við nýttum okkur markaðsverðið þar. Þannig að við leitum til Noregs þar sem þetta er opinbert og það er að mörgu leyti sambarilegt en við leiðréttum fyrir því sem ekki er sambarilegt. Fiskur er veittur á mismunandi tíma, mismunandi verðmæti, við tókum tillit til allra þessara þátta. Þannig að það var þessi leið. Þetta væri óskandi að við ættum markaðsverð en það er kannski hluti af vandamálinu sem við erum að kljást við. Það hefur ekki verið til staðar. Með þessar breytingar er það þá ykkar meining að sjávarútvegsfyrirtæki hafi verið að greiða lítið í sameiginlega sjóð? Miðað við þessa greiningu þá er það útkoman já. Hvernig á að koma í veg fyrir að þetta lendi of harkalega á smærri útgerðarfyrirtækjum?
Við erum að taka tillit til þess með því að hækka frítekjumarkið verulega. Núverandi frítekjumark ekki nýtt til fulls, fjölmörg fyrirtæki sem gera það ekki, þannig að það svigrúm, en við erum líka að hækka það og þrepaskipta, þannig að miðað við tölurnar sem við lágum yfir þá mun það hjálpa verulega að koma til móts við þessar smærri útgerðir og landsbyggðirnar. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, þú og þið eruð ósátt við þessar breytingar sem boðaðar eru í frumvarpinu. Af hverju? Já, eðli máls samkvæmt erum við það. Það verið að boða þarna verulega hækkun á veiðigjaldi og það sem áhyggjuefni auðvitað að þetta algjörlega ný nálgun sem aldrei hefur verið rætt áður og aldrei kynnt áður og aldrei verið til samráðs áður. Þannig að við erum að fá þetta án fyrirvara og stutt samráð leyft, það einungis vika sem að þau ætla sér í samráð með þá atvinnugreininni, sveitarfélögum og svo framvegis. Þannig að við höfum áhyggjur af því að það sé verið að setja fram hugmyndir sem eru ómótaðar, ekki hugsaðar til enda og það liggur auðvitað fyrir að það hefur ekkert áhrifamat farið fram á þessu. Tvöföldun veiðigjalds verulegt. Sjávarútvegur greiðir í dag það bil 58% í virkan tekjuskatt af fiskveiðunum. Með þessari hækkun þá má gera ráð fyrir að virkur tekjuskattur af fiskveiðum verði og yfir 90%. Það dágóð summa sem að ríkið ætlar þá að taka til sín úr fiskveiðum. En staða útgerðarinnar, hún sterk, ræður hún ekki við þetta? Blessunarlega hafa verið ágætt ár í sjávarútvegi, en það hefur svo sannarlega gefið á bátinu og við sjáum það bara á afkomutölum fyrirtækja sem að skráð eru í Kauphöll þeirra 3 að það syrtir í álinn. En það má líka segja það að hvernig ráða fyrirtæki við það. Það bara fín spurning og eðlilegt að við veltum þessu fyrir okkur. En allt lítur þetta auðvitað bara því að við þurfum að tryggja samkeppnishæfni þessar atvinnugreinar. En hvaða leið viljið þið fara? Já, við viljum í öllu falli ekki fara leið þessi ríkis sem með aðskilda veiðar og vinnslu. Hvað ríkisstjórnin í raun að segja með þessu? Ef maður reynir að einfalda þetta fyrir fólki sem ekki þekkir sjávarútveg, ef við fáum 100 krónur fyrir fiskinn sem við seljum úr landi, þá það þannig í Noregi að 80 til 90 krónur af þessum 100 kalli fara beint til skipsins til að borga þá sjómönnum og afkoma í fiskveiðum. 10 til 20 krónur eru skildar eftir fyrir landvinnslu. Það ástæða fyrir því að það lítil sem engin landvinnsla í Noregi. Verðmætasköpun verður engin í landi. Fiskur fer óunninn úr landi til Póllands og Kína, láglauna landa. Við höfum státað því hér á landi að við höfum þá skipt þessum 100 kalli þannig að kannski 50 til 60 krónur fara til skips og 40 til 50 krónur fara til landvinnslu. Það hefur tryggt verðmætasköpun í landi, tekjur sveitafélaga, tekjur fólk sem starfar allt árið kring í sjávarútvegi við landvinnsluna. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, við leysum þetta ekki hér en þetta allavega, það umsagnarfrestur til 3. apríl. Takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Takk. Og við snúum okkur allt öðru. Ríkislögreglustjóri hefur lagaheimild til að kalla til 100 manna úr röðum almennings í þágu þjóðaröryggis sopið undir. Dómsmálaráðherra segir engin áform að stofna her hér á landi. Í gildandi reglugerð frá kaldastríðsárunum eru lagaheimildir innan almannavarnakerfisins sem kveða á að lögregla geti kallað til fólk úr röðum almennings í hættuaðstæðum, eins og hugsanlegu stríði, og þá til að sinna tilteknum verkefnum. Ef hætta vofir yfir eða tjón hefur orðið, má kveðja hvern mann 16 ára og eldri sem tiltækur til tafarlausar aðstoðar við hjálparlið. Og við höfum þær heimildir, það valdbeitingar heimildir inn í því. Við getum kallað til fleiri 100 manns. Það í sjálfsögðu engin mörk á því. Ég held að hann hafi verið að vísa til þess hvað gæti gerst hér á landi ef við værum komin inn í stríð. Blessunarlega erum við nú ekki þar. Karl Steinar vísaði í Silfrinu í gær í þetta sem fýsilegri leið í stað þess að stofna her á Íslandi. Þannig að það sé alveg skýrt að þá stendur ekkert slíkt til. Það eru víðsjáveri tímar og þarna það af ástæðu þessi umræðar í gangi í sjónvarpinu. Þetta eru umræða sem hefur í gangi á hálfu ákveðna fræðimanna en algjörlega skýrt á hálfu ríkisstjórnarinnar. Hér engin her í smíðum en ég skildi þetta viðtal sem svo að það verið að ræða það hvaða aðra tækar leiðir eiga íslensk stjórnvöld ef til þess kemur að hér orðið stríð. Þorbjörg Sigríður bendir á að starfandi sé ráðherrahópur þar sem viðbrögð og varnir við nýjum ógnum eru ræddar. Og þar eru við á svipuðum slóðum og Norðurlöndin til dæmis einfaldlega það að upplýsa almenningu það hvað skuli til bragðs taka þegar ákveðnar aðstæður teiknast upp. Forseti Belarús var settur í embætti í dag í 7. sinn. Hann segir hálfan heiminn dreyma einræði eins og tíðkist í landinu.
Lukasjenka hefur verið forseti Belarús síðan 1994 og hefur því setið lengur í embætti en nokkur annar forseti Evrópuríkis. Eftir umdeildar kosningar í janúar lýstu yfirvöldi yfir að hann hefði fengið 86% atkvæða. Í dag var svo komið að því að hann myndi sverja embættiseið. Полмира мечтает о нашей диктатуре, диктатуре реальных дел и интересов наших людей. И со свободой слова у нас все в порядке. Демократия у нас побольше, чем у тех, кто называет себя ее эталоном. Lukasjenka 70 og kjörtímabilið sem hófst í dag stendur í 5 ár. 9 milljónir manna búa í Belarús sem meðal annars á landamæri að Rússlandi. Lukasjenka talinn nánasti bandamaður Pútíns Rússlandsforseta. Mikil mótmæli brutust út eftir forsetakosningar 2020. Lögregla barði þau niður og fjöldi mótmælenda var fangelsaður. Síðan hefur stjórnarandstaðan ýmist verið í útlegð eða á bak við lás og slá. Talið að 1300 manns séu í fangelsi vegna skoðana sinna og að síðustu ár hafi 40.000 manns verið haldið inn í lengri eða skemmri tíma. Stranglega bannað að gagnrýna stjórnvöld. Svetlana Tikhanovskaja sem bauð sig fram 2020 að margra mati réttkjörinn forseti og hún leiðir stjórnarandstöðuna úr útlegð. Eiginmaður hennar sem ætlaði að bjóða sig fram enn í haldi. Tikhanovskaja hvatti Belarúsa til að hunsa forsetakosningarnar í janúar. Lífslíkur fólks sem greinist með krabbamein eru 2 sinnum meira en fyrir 50 árum. Kona sem náði bata eftir brjóstakrabbamein með margvíslegar aukaverkanir. Hún segir litla aðstoð í boði fyrir fólk sem lifir af. 18.500 Íslendingar eru nú á lífi eftir að hafa fengið krabbamein, 6% fullorðinna landsmanna og því að spáða þeir veri 30.000 eftir 15 ár. Lítið að vita hvernig fólki reiðir af eftir batan, en nú ætla Krabbameinsfélagið Landspítali og Háskóli Íslands að komast að því. Við erum að fara að rannsaka lífsgæði hjá einstaklingum sem hafa fengið krabbamein. Og þau verða borin saman við þá sem ekki hafa fengið sjúkdóminn. Því við viljum geta dregið ályktunum það hvað tengist krabbameininu og hvað kann að tengjast einhverju allt öðru. 3 af hverjum 4 sem greinast með krabbamein lifa í 5 ár eða lengur. Og þetta alveg 2-földun frá því sem var fyrir einhverjum 50 árum síðan. Sigríður segir að lífið verið sjaldnast samt eftir krabbameinsgreiningu og meðferð. Margir glími við langvinnar aukaverkanir og tilgangur rannsóknarinnar að meta þörfina fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir þennan hóp. Sem kannski að litlu eða takmörkuðu leyti í boði í dag. Í þessum hóp Anna Margrét Björnsdóttir. Hún greindist með brjóstakrabbamein fyrir 5 árum og í kjölfari fylgdu meðferðir sem stóðu yfir í á 3. ár. Ég fór sem sagt í 8 skipti þar sem ég fekk lyf í æð. Síðan fór ég í aðgerð þar sem bæði brjóstin voru tekin. Svo fór ég í geisla. Svo hélt ég að ég yrði búin en það var aldeilis ekki vegna sem mér stóð til boða að fara í svokallaða viðbótarlyfjameðferð. Af því maður fær pínlítið svona annað sjokk þegar maður svo bara búin að skvera þetta af, maður á lífi og hvað svo. Lyfjameðferðin hafi áhrif á slímhúðir, hún hefur áhrif á augu meðal annars, ég þurfti að fá sterkari gleraugu, ég er með skyntruflanir, ein meðferðin mín, ég misti bæði neglur og tilfinningu í putta, ég er með truflaða tilfinninga í sköflungum út allan líkama í rauninni, ég er með stóðkerfis vandamál. Vegna aukaverkana fór Anna Margrét á breytingaskeiðið aðeins 32 ára. Að þá lifði ég í rauninni í ákveðnu óvissu það hvort að ég myndi yfir höfuð geta eignast börn til dæmis. Hvort að ég myndi bara fá eðlilega líkamsstarf sem aftur tilbaka. Það alls konar sem kemur fyrir fólk, ég get bara að tala út frá sjálfur en það líka þreyta og það andlegir erfiðleikar alls konar sem getur truflað fólk eftir svona meðferð. Ég hefði þurft að hafa eitthvað aðila þar sem ég hefði getað komið þessu framfæri og sá aðili hefði síðan fylgt því eftir. Ritstjóri bandaríska fjölmiðilsins The Atlantic varð óvænt þáttakandi í hópspjallum háleynilega hernaðaraðgerð Bandaríkjastjórnar í Jemen. Samtalið fór fram í gegnum spjallforritið Signal. Það öruggara en mörg önnur spjallforrit og öll skilaboð dulkóðuð, þannig að utanaðkomandi eiga erfiðara með að komast í upplýsingarnar.
Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjastjórnar bauð ritstjóranum Jeffrey Goldberg í spjallið. Auk hans voru samankomnir helstu ráðamenn Bandaríkjastjórnar utan forsetans Donalds Trump. Trump viðurkenndi í dag að mistök hefðu verið gerð, en þau hefðu sem betur fer ekki verið alvarleg. Þetta sé fyrsta snurðan sem hafi hlaupið á þráðinn mánuðina 2 síðan hann tók við embætti. Leyniþjónustunefnd öldungadeildar Bandaríkjaþings sótti hart að þeim Tulsi Gabbard og John Ratcliffe í morgun. Director Gabbard, you are the security executive and set access guidelines for classified information. Did you contact the Defense Secretary or others after this specific military planning was put out and say, hey, we should be doing this in a SCIF? There was no classified material that was shared in that signal. So then if there was no classified material, share it with the committee. You can't have it both ways. These are important jobs. This is our national security. 10 ár eru frá því frelsun geirvörtunar fór á stað með látum. Ein forsvarskvenna segir að margt hafi áunnist í réttindamálum. Kassamerkið Free the Nipple hefur farið með látum Twitter síðastliðinn 1,5 sólarhring. Fjöldi íslenskra kvenna hefur birt myndir af brjóstum sínum til þess að mótmæla því að þurfa að hylja þau á almannafæri. Svona hljómaði frétt RÚV fyrir rúmlega 10 árum. Brjóstabyltingin var komin til Íslands. Myndir af brjóstum kvenna flæddu samfélagsmiðla en með því vildu þær berjast gegn klámvæðingu og hlutgervingu kvenlíkamanns. Og hreyfingin færðist út í samfélagið. Víða var boðað til Free the Nipple viðburða þar sem berbrjósta konur fjölmenntu. Maður var náttúrulega þetta dálítið smeykur við að vera á forsíðu dagblaða berbrjósta í sundi að það myndi hafa einhver áhrif á starfframa eða tækifæri í framtíðinni en ég hef ekki séð það hingað til þannig að ég sé ekki eftir neinu. 10 ár eru liðin frá því hópur menntskælinga gekk hérna niður Laugaveginn berað ofan í þágu málstaðarins en skildi byltingin frelsum geirvörtuna hafa skilað einhverju. Þegar við skoðum bara þennan punkt varðandi valdeflingu kvenna að þá hafði hún gríðarleg áhrif. Svo þegar við skoðum varðandi klámvæðinguna, þá vissulega var þetta varnarbarátta. Ég held að mjög margt áorkast í kvenréttindamálum á þessum tíma. Til dæmis erum við að sjá núna aukna umræðu þriðju vaktina, þar sem að báðir foreldrar eru að taka þátt í heimilistarfi og svoleiðis. Ég held að við getum tekið þann lærdóm að öll kyn hafi þann sama rétt til þess að túlka sig og vera eins og þau best á kjósa. Og við þurfum að halda bara umræðan á lofti jafnrétti kynjanna ekki bara á þeim vettvangi að við megum klæða okkur eins og við viljum og megum vera eins og við viljum heldur líka bara varðandi tækifæri í samfélaginu. Ástand göngugötunnar á Akureyri er orðið afar slæmt og áætlað að viðgerðir kosti 250 milljónir króna. Forseti bæjarstjórnar segir þetta tilefni til að ræða nýtt hlutverk götunnar. Margir vilja banna þar bílaumferð. Ég held að það kom okkur öllum aðeins á óvart hversu slæmt ástandi var á götunni og enginn átt að segja, já. Göngugatan svokallað er tæplega 180 metra kafli Hafnarstrætis þar sem bílar, hjólandi og gangandi eiga sama rétt. Bæjarstjórn hefur nú ákveðið að engir bílar farið þarna frá 1. maí til 30. september, meðal annars vegna mikilla skemmda í götunni sem þarf að laga. Það hefur lengi verið stemming fyrir því að gera götuna alfarið að göngugötu, en það er þó umdeilt. Er þetta tækifæri til þess að taka bara ákvörðun að nú verði þetta endanlega göngugöta? Já, það er allavega tækifæri til þess að taka samtalið og ræða við rekstraraðilana sem eru með sín fyrirtæki við götuna og íbúa. Og það er til könnun síðan fyrir 5 árum þar sem Ráðhústorgi, göngugötu og nágrenni er breytt í gróðursælan bíllausan miðbæ og þessu svæði gerbreytt frá því sem nú er. Það er ekki rosalega aðlaðandi að ferðast hér til með barnavagna eða hjólastóli eitthvað, þannig að það er ekkert óbúslega góð aðstæða fyrir gangandi hérna í götunni. Nei, akkurat þessi partur er sérstaklega slæmur, það er sem að bílastæði, bíll og svo valla kemstu framhjá. Í fyrra sumar var gerð tilraun og götunni loka fyrir bílaumferð í 3 mánuði. Könnun sem gerð var í kjölfarið sýndi að mikill meirihluti bæjarbúa er hlynntur varanlegri lokun götunnar.
Já, akkurat og þess vegna verður við kannski auðveldari ákvarðanir að taka fyrir þá sem eru kjörnir fulltrúar og ég held nefnilega einmitt að núna sé tækifæri til þess að taka þetta mál upp og ræða til hlítar og ákveða kannski eitt skipti fyrir öll hvað verður gert. Og það ekkert Kastljós í kvöld því að þið ætlaði að bjóða okkur upp á torg, ekki satt Baldvin Þór og Sigríður Halldórsdóttir? Jú, mikið rétt. Við ætlum að ræða aga, eða kannski frekar agaleysi í íslenskum skólum. Já, hefur ástandið versnað og hvaða tæki hafa kennarar til að taka á agavandamálum? Við fáum til okkar fjölbreyttan hóp fólks úr ýmsum áttum og við Baldvin stjórnum þættunum með þetta með harðri hendi. Já, það verður jafnægi á torgjunni eftir smástund, ekki missa því. Við missum ekki að torginni. Takk fyrir þetta Baldvin Þór og Sigríður Halldórsdóttir og við ætlum núna að líta til veðurs. Það lægð sem kemur upp á landinu snemma á morgun og henni fylgir dágóð úrkoma í flestum landshlutum sem fyrst sinn verður rigning en búast má við sleittu og snjókomu norðan til á landinu annað kvöld. Lægðakerfi staldrar við og stjórnar veðri fram á fimmtudag en þá tekur norðlæg átt yfir með kólnandi veðri. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Mistök voru gerð og af þeim þarf að læra, segir fótboltasérfræðingur fall karlalandsliðsins í C-deild þjóðadeildarinnar. Þurfum ekki að endilega vera í einhverjum fínum fótbolta. Réttarhöld yfir Gjert Ingebrigtsen héldu áfram í Noregi í dag. Heims Evrópu og ólympíumeistari bar vitni gegn honum í dag. Og líklegt má telja að met verði slegið þegar nýliðatreyjur tveggja góðsagna körfuboltasögunnar verða boðnar upp í New York á næstunni. Íþróttir eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Úkraína og Rússland samþykktu í dag vopnahlé við Svartahaf. Bandaríkjastjórn ætlar að aðstoða Rússa við að hefja að nýju útflutning á landbúnaðarvörum. Ríkisstjórnin boðar tvöföldun veiðigjalda. Atvinnuvegaráðherra segir að sjávarútvegsfyrirtæki hafi greitt of lítið fyrir afnot af auðlindinni. Framkvæmdastjóri SFS segir þessar hækkanir ekki hugsaðar til enda. Það er líf eftir krabbamein og nú á að rannsaka hvernig það er. Eftirköstin geta verið margvísleg. Kona sem fékk brjóstakrabbamein segir litla aðstoð eftir bata. Þaulsetnasti forseti Evrópu hóf 7. kjörtímabilið sitt á valdastóli í dag. Hann segir marga dreyma það stjórnskipulag sem er í Belarús. Ráðast þarf í mikla viðgerðir á göngugötunni á Akureyri og bílaumferð verði bönnuð þar í allt sumar. Forseti bæjarstjórnar segir þetta tækifæri til að ræða hlutverk götunnar. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri og svo minnum við að sjálfsögðu á torgið sem hefst klukkan 19:40. Næstu fréttatímar er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is og svo má senda okkur ábendingar og fréttir hjá rúv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Torgið, umræðuþáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum. Á torginu er talað málefnin sem rædd eru á kaffistofum landsins. Rafmagnslaus tilvera. Sænskir þættir þar sem 10